að græja þetta? Herri, ég fæði svona kannski með lefnum á þessu. Þetta er geðveik, hvað? Ég ætti að vera með í kraftunum þegar ég fyrir að tala. Ég var þetta við mér, áður en ég byrja að liða til leiks, að krylla kofan. Það eru Njarðvíkingar í húsinu! Ég er alltaf styrkur. Alltaf.
Jæja, kæra áhorfendur, við erum komin hingað í Ljónagrifina og nú fer senn að hefjast fyrri leikur umspils kvenna. En liðið Ármenninga þeir slógu út Hamar Þór 2-0 meðan stelpurnar okkar slógu Vestrót og til að komast í úrslitaeinvígið þarf að vinna 3 leiki og eru Njarðvíkurstúlkur með heimaréttinn en það er skakafulliðið Njarðvíkur, það er Vantar Lárösp, hún fór úr fingurlið í síðasta heimaleik en liðið Ármenninga Jónína byrjar ásamt Thelmu, Kristínu, Auði og mér sýnist að vera Ardís fyrirliði þeirra en það er Helena, Vilborg, Þura, Kamila og Chelsea sem byrja fyrir okkar stelpur og áætlum við að Njarðvíkurliðin unnu bæði leiki þessa liði í deildakeppni með 20+. En Chelsea byrjar fyrir okkar stelpur uppkastinn á móti Kristínu og Kamila og þær berjast inn á Kamila. Nei, Ármenninga vil vinna boltann og fara í fyrstu sókn leiksins og fyrsta skotið er off. Vilborg kemur upp með boltann hérna. En Helena hefur verið gersamlega on fire undanfarinnar 3 vikur og svo þá kemur Kamila í fyrsta þristinn en það er off og þá koma stelpur Ármanns upp, Jónína er hérna með boltann, Jónína hefur verið langframlega hæst í liði Ármanns, mjög góður leikmaður og hún með fyrsta skot sitt og það er off. Helena með frákast og Vilborg með sendingu á Kamilu, Chelsea, Helena í þrist, stútfull af sjálfstöðust og setur fyrstu þryggjasta körfuleiksins niður. Helena byrja líka svona síðasta leik við Vestan. Þá koma Ármenningar og það er með sendingu en Helena með frákast og Helena búin að vera mjög góð, Vilborg fær boltann. Þá kemur Chelsea, Helena, Vilborg, Kamila í þrist og það er í fangi á Þuru og brota á Þuru. Vilborg mun kasta á Þuru, Chelsea undir og það nær ekki að setja fyrsta skotið niður en það er ekki að setja annað heldur. Góð vörn frá Ármenningum. En Rúnar Ingi hefur verið orðað við lið Njarðvíkur í karlamegin og sendingin hérna Kristín kemur, Jónína í þrist og það er ekki niður og Helena frákastið, Vilborg. Chelsea býður sig og fær boltann. Kemur Helena með sendingu á Vilborgu sem fer inn og boltinn skreppur á hringnum. Þá koma stelpur Ármanns aftur upp og Chelsea er ekki að blokka þetta og fyrstu stigin niður. Þá kemur Þura. Vilborg nær boltanum. Kamila í þrist og Kamila setur það og þjálfari Ármanns Karl búinn að sjá nóg og það tekur leikli og
Sáum hann skerpa á liðinu. Það er ekki góð sviti fyrir andstæðingarna okkar að þær byrja bara á tveimur þristum. En á sama tíma og þessi leikur fyrir fram þá er IR-stelpur með Grindavíkurstelpur í heimsókn. En það hefur enga breytingar verið gerð á liðinu. En Hápressan Njarðvíkur að koma hérna Þórdís Kristín í skot og klukkur rennur út og Kamilla með frákastið. Helena fær boltan, fær hann eitthvað í sig og nær að róa þetta niður. Kamilla Vilborg Kamilla í þristinn og það er af. Þórdís í skotið en það er af. Vilborg, Chelsea í skot. Það er neri. Helena stelur þessu en missar út af. En Ármenningar unnu að það fær dómarinn boltann í bringuna en Helena Hárberg frá að stela þessu. Og hérna rennur klukka bara út. Góð vörn Njarðvíkurstelpna. Þura býður Chelsea, Vilborg inn á Þuru en Þura nær ekki að grípa hann. Kemur þar í þrist og það er bara Vilborg, Chelsea í þrist og það er af. Þau eru með frákastið. Helena einn en hún nýtir Chelsea sem setur þetta niður. 10-2. Jónína nær ekki að fara í þristinn eins og hún ætlaði sér. Keyrir inn og það gekk að Þórdísi. En Rúnar Ingi er einn af þeim þjálfurum sem hafa orðað við starfið í karlaboltanum en vegferðin sem hann er með Njarðvíkurstelpurnar á og þá fer Helena bara í þristinn. Það er af en þetta er bolti sem Njarðvíkurstelpur eiga. Nei, Ármenningar. Þá kemur Kristín en
Boltinn er of heitur fyrir Auði. Jónína í þrist og það er af. Jónína byrjar hann að leik afleitlega hvað varðar í þristurunum. Þá kemur Eva og Krista til leiks. Og Chelsea fær boltann og tún fyrir stökkskotið og það er niðri. Koma þar fyrir þrist ármenningar og það er af. Chelsea nær boltanum. Eva, hún er með boltann en Vilborg nær ekki alveg kraftmiklu skoti en stelur boltanum. Þura ætlar að kasta með til hennar að mista hann en náði að senda í annan hliðrun. Þegar maður gerir eitthvað vitlaust þá gerir maður bara aftur. Þá kemur Chelsea. Og Chelsea fyrir stökkskotu og það er af. Koma hérna upp. Og skila hann niður. Chelsea inn og það er brot á Chelsea og hún fær 2 vítaskott. Fyrra vítaskott Chelsea niðru. Og annað er ekki niðri. En þetta er bara sendingmynd á Evu. Krista kemur, nýtir Vilborgu. Þura í skot og það er ekki niðri. Jónína með háa sendingu inn og hún drífur ekki hérna körfuna. Það kemur Chelsea og fær sér aðra önnur 2 vítaskot og sækir villu á ármenninga. Júlía kemur líka inn og Chelsea með fyrra sitt ofan í. Og Chelsea setur einnig sína niður. Hún kemur til að hjálpa Kristu í barðum heinum. Koma ármenningar. Jónína, Kristín. Aftur Jónína og hún fyrir skotið og það er Krista sem er honum. Og það kom inn Júlía í skot og það er ekki nógu gott. Þá koma að halda áfram Ármannshelburinn að finna vörn en Chelsea slæðir bolta frá og verið þvinguð þristur en það gekk ekki upp. Vilborg ein gegn Jónínu og nær í 2 vítaskot.
og fyrra vítaskot Vilborgar off. Vilborg hefur og vítaskot nummer 2 hjá Vilborgu niðri og kemur staðinu í 16-6. Og sendingin eitthvað of há og ratar ekki réttu leið. Og Kamila og Ása komin á og Chelsea og Vilborg setjast á bekkinn. Kemur Kamila, Eva, Júlía og Ása. Kamila aftur. Kamila í skoti og það er niðri. Þetta byrjar vel. Kamila með sín 50 stig í leiknum. En Júlía er að fá sýnist Júlía var að fá sína fyrstu villu. Það er fyrsta villa Njarðvíkur og Jónína fær 2 vítaskot. Og þá fyrsta vítaskot Jónínu er af, þannig að og annað er af líka. Jónína er eiginlega bara með 2 skot en 2 skot í leiknum, eða 2 stig í leiknum og kemur Eva, Júlía, Ása, Kamila. Kamila í skot og það er af en Kristján nær honum. Það er bara næstíð hjá Kristi. Og það kemur að fara í skot og það er af. Eva nær boltanum. Og Júlía með mistök að missa boltan út af. Kemur innkastið og hún í þristin og það. En Ása nær honum ekki. Það sést alveg að þetta fer eitthvað í pirrunar á Rúnari. Endalaust kæruleysi en það kemur Jónína. Og það reynir bara að spila leikninguna út. Kemur upp og það er ná að skila þessu. Nei. Þannig rennur klukkan út og fyrsti leikurinn er úti. Staðinn er 18-6 fyrir okkar stelpur. Og Helena með 3, Vilborg 1, Kamila 5 og Chelsea með 9 stig. Og Jónína, Kristín og Auður eru allar 3 með 2 stig og já, þetta byrjar vel. Rúnar Ingi er samt ekki sáttur. Takk fyrir. Þá fer annar leikurinn var að byrja aftur. Rúnar Ingi var ekki alveg sáttur með stelpurnar. Væntanlega vildi hann yrði grimmar í frákastum. En dómararnir voru að ræða við aðstoðarþjálfara liðanna.
Það er basically bara sama lið sem byrjar í seinni hálfleiknum. Í öðru leikhlutlanum. Ása, hún sendir eiginlega bara á Jónínu sem er ein og nær að skila neitt. Það er einhver svona sofandaháttur í stelpunum. Vantar það sem hann var ósáttur með en Kristoffer fót. Þá kemur þannig að koma þær aftur og pressan er gífurleg og Júlía nær boltanum. Eva hefur boltan og sendir á Júlíu, Ása, Krista og þá kemur Kamila í skot og það er af og Elisabeth hefur náð alltaf að einhverjum frákastum. Kemur Jónína, hún fyrir þrist og það er niðri. Kemur Kamila, Júlía, Eva, Kamila í þristinn og setur hann niður, svarar bara Jónínu með þrist. Þannig að missir hún Ísabella næst í boltan en Jónínu í langa þrist og það er af. Ekki alveg að skilja þetta en ég vildi meina hvað Júlía hafi brotið en ég ætla bara að leyfa mér að vera algjörlega ósammála. Mér fannst hún eiginlega bara ýta í baki á henni sjálf. Þá komur henni í skot, nei, hún kemur inn í teiginn og nær að setja boltan niður. Hún gerði það í 10, aftur Jónína að stila boltanum, nær frákastinu og þá komur aftur og hún nær skotinu og skitur það niður. Smá sótháttur. Það er ekki alveg gott til þess að tapa boltar hjá okkur stelpum en þá kemur Eva í þrist og það er af. Krista nær ekki, hún nærði bara víst. Eva, Kamila, hún er hérna Vilborgar að koma inn á. Kamila, Krista á Ásu og Ása í skot og það er ekki alveg nóg gott og Elisabeth með frákast. Og það er leikhlé sem Rúnar Ingi tekur. Já, þá fer seinni hálfleikurinn af stað, þá fer leikurinn aftur af stað. Jónína núna með Vilborg á sér. Kristín, hún fer inn í teiginn og það er ruðningur.
Júlía fiskar ruðning á hana. Það kemur Ása í þristinn og það niðri. Koma að reyna og inn á Viktoríu. Viktoría kemur. Elisabeth, hún fær 2 vítaskot. Stelpan gengur illa að hrista að... Já, ég passa það. Og fyrra vítið off og þá kemur annað vítaskotið og það niðri. Það minnkar muninn í 10 stig. Vilborg. Hún skrefaði, ég er ekki alveg, sá það ekki alveg. Og maður hérna, líkur hún fyrir á það, þá fær hún stoppið. Kemur ekki á eiginlega bara stjólinn á henni boltinn. Helena. Ása í þrist og, nei, skot, en Helena og þristur þar af. Það kemur Anna Lilena. Aðsinn að fara yfir með Rúnari reglunar. Það kemur Vilborg, hún stingur Thelmu af léttilega. Chelsea er komin líka inn á og er henni með boltan. Helena býður sig. Vilborg, en henni er farið á baki á þurru, en þá kemur Anna Lilja í þristin og situr hann niður. Þristur og það niðri. Ármenningar halda 10 stiga muninum uppi og það er ruðningur dæmdur á Helenu. Ég sé það á svipnum á henni að hún er ekki sátt. Nei, það var ekki á Helena, það var dæmt á aðra. Og þá kemur, það er ekki mjög gott skot og það er nærbolti. Vilborg kemur, hún keyrir inn í teiginn og nær ekki. Dómarinn er að málinn og þetta er njarðbolti. Dómarinn hafi náð því rétt. Helena, þá kemur Anna bara í annað þrist og það er niðri. Anna Lilja er dottinn í eldina. Hún hefur ekki verið að fá mikið tækifærum.
Enda hefur hún verið með einhver leiðindi í lærinu sinu og kemur skot og það er niður hjá þeim. Það væri afskaplega fínt ef að stelpunum myndum að ná Chelsea skrefaði og brosir á því. En Grindavíkurstelpur eru með 12 stiga forskot á móti ÍR. Og þá koma þær inn í teiginn og það er niðri og fá þær vill að auki. En já, leikur ÍR og Grindavíkur, það er 15-27. Grindavíkurstelpur eru vel mannaðar og fengu þær inn Kana fyrir lok gluggans. En Njarðvíkingarnir bara töpuðu ekki leikjum og ÍR-stelpur eru ekki heldur nema á móti Grindavík og Njarðvík. En það kemur Helena, Anna, en sendingin er það er eitthvað komið sem á pirringur í stelpunar okkar hérna. Þá fá þær komnir í bónus og það er niðri og minnkar þá muninn í 7 stig. Og þær gera það ekki. Þá kemur Helena. Helena er ein. Anna, Vilborg og Vilborg nær ekki skilið sig niður. Nær ekki boltanum. Hún býður og þar sem hún komur upp og það er 2 vítaskot. Mér sýnist þetta hafa bara verið ruðningu þar sem Vilborg eiginlega bara féll hérna. Fyrra vítaskotið er niðri og það er búin að minnka þetta í 6 stig. Ármenningar með gott á hlaupina. Og það er brot á Þuru og Anna boltaninn og kemur Vilborg, Helena, Chelsea. Hún fyrir skotið og það er ekki niðri. Ármenningarnir á boltanum geta minnkað. Nei, það er missað boltan út af. Þá nota Rúnar Kamilu. Hún tekur hana inn á og Anna kemur út af. Og Helena fær, já, hún er honum. Viktor er komið með þráfullir á ármennu. Vilborg. Þura með bolla núna. Það gerir Helena. Vilborg inn og setur þetta. 3 stig henni. Og vill á önnur vill að Vilborgar.
Þá sýnir mér Guðbjörg vera að gerast klára að koma inn á. Hún hefur verið dálítið mikið á Elvan Hóps en Lovísa Bylgja hefur verið og Krista kemur inn á líka. Þura kemur inn á út á fyrir Kristi. Kemur Kamila. Guðbjörg á hælinu og hælina í skot og af. Krista nær ekki boltanum. Þá koma Ármenningar geta minkandinni 4 eða já, Chelsea blokkar og hennar boltanum aftur á Krista nær hennar aftur boltanum og það er minka, nei, það er ekki minkamunin en Krista gerir nóg til að það er missa boltan. Það kemur Chelsea upp. Chelsea stökkskot, það er af, en Krista nær honum ekki. Þá koma, það er með skot en Kamila, já, hún fær boltan. Krakir Helena núna með boltan og kemur inn í tegin og setur þetta niður. Röltir ekki með boltan. Þá koma hann inn, Jónína brýst inn og ná ekki boltanum. Helena með boltan aftur. Helena kemur inn, grimm og fær 2 vítaskot. Og þá gera Ármenningar tvöfaldaskiptingu. Og Margrét Helena. Það fyrra víta en er off. Það seinna vítið niður hjá henni. Hún kom með 6 stig. Þá koma Ármenningar. En hún bara basically gefur Chelsea boltan. Og hún upp og brotið á henni. Og það er óíþróttamannsleg villa. Sem því 2 vítaskot á bolti. Dómarinn fara aftur yfir þetta. Og já, mér sýnist þetta bara að vera staðfest á dómarinn. Já, það er 2 vítaskot. Og Chelsea brennir í fyrsta. Og já, brennir báðum. Þá kemur Chelsea. Þetta er ekki. Þá koma þær að geta minkað munin enn frekar og þær gera það. Og missa boltan næstu. Það gerir Kamila kemur og það er off.
og það er Mika Neff. Það áttu boltanum og Guðbjörg kemur í hendinni, nei Kamilla kemur með hendinni í boltan. Og með sendingin og Mikael er í 5 stig. Þá kemur Kamilla upp. Guðbjörg. Chelsea, Guðbjörg í þrist og það er af. Það er aðra tilraun og það er líka af og staðan er 35-30 í leikli og þurfa stelpurnar okkar að vanda sig í seinni hálfleik ef það er alltaf ekki að lenda undir. Það er einhver smá þreyta en já, við komum aftur eftir, svona cirka korter.
Jæja, veislan heldur áfram. Veislan heldur áfram og Grindavíkurstelpur eru yfir með 12 á móti ÍR og okkar stelpur eru yfir með 5. Og það megi ekki hleypa ármenningum í gefa meiri blóð á tennurnar, það væri slæmt. En þá er bara spurning hvað gerir núna. En byrjunarliðið stelpnanna í seinni hálfleik eru Helena, Þura, Vilborg, Kamila og Chelsea. Og hjá ármenningum er það Þórdís, Jónína, Kristín, Ardís og Auður og maður sjá. Já, Ardís líka, já. Ná næst í boltanum en það koma sinna og minnka munin í 3 stig. Nú mættu stelpurnar detta eiginlega bara það er mega detti núna í gang, það væri afskaplega við fylgt og Helena byrjar hérna með sín 8. stig í dag. Ármenningar eru staðráðnar í að gefa ekki neitt eftir hérna. Og það kom aftur og minnka aftur munin í 3 stig. Og Þura kemur. Hún fyrir Chelsea. Og Vilborg hérna með boltan. Finnur Helenu. Helena kemur og fær. Já, það er 2 vítaskot. Þáttu náðu ekki setja niður boltan, eða náðu ekki setja boltan niður. Þeirra niður hjá henni. Og það sinna fyrir sömuleið. 10. stigurinn Helenu. Hún er eini leikmaðurinn á vellinum sem er komin yfir 2 stiga tölu. Þá kom ármenningarnar keyra inn og Chelsea étur hana. Ákveðum á Þau eru að fara að taka af sér. Það er bara einhver spenna sem Mortingur er með. En Þura mætir upp á völlinu og styrir boltanum. Og sendingin af Vilborgu er inn í klefa. Þura hefur greinilega haldið að Vilborg væri sportbíll. En þannig að náðu boltanum áttur, Chelsea kemur, Helena býður sig, en hún finnur Vilborgu. Vilborg kemur upp og sjáðu barðuna, 3 stelpur að berja sig ármenningum boltan og það vinna alla 3 saman uppkastið. Ég held að Jónína hafa aldrei barist við 3 ljóninir áður. Hún er bara heppin að hafa sloppið hérna út vel. Kamila á Vilborgu, hvað gerir Vilborg? Og Þura
Vilborg í þristinn. Það er niðri. 8 stiga munur. Stelpur eru töluvert ákveðnari og sjáu þessa baráttu. Og Þura virðist liggja eftir. Hún virðist hafa lent ofan á boltanum einhvern veginn. Það sem hjálpar Þuru er að hún er bara grjóthörð. En alltaf ekki mist andan. En þá er Krista kom inn á held ég fyrir hana. Já, hún hefur bara misstíðið sig. Og vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Við megum alls ekki við því að missa annan leikmann og sérstaklega ekki Þuru. En þá er Kristoffer með boltan hérna, Helena. Nú finnur Vilborgu og ekki nógu góð sending. Og Chelsea stekkur inn, fær boltan og í stökkskot og það er af. Krista nær boltanum og það er inn að ná að hann boltanum. En þær hafa boltan en það þyrfti nú 2 ármennsstrákur til að rífa boltan af Kristu. Og þá koma þær inn að það fær í skot og það er af. Og boltinn í Njarðvíkur, Helena snerti hann aldrei. Þá kemur Vilborg upp. Hvað gerir Vilborg? Með Jónin í bakinu. Stingur hann af. Kamilla í þrist. Kamilla setur það. 11 stiga munur. Jónína. Hvað gera það núna? Og Jónín í þrist. Það er af. Og þetta er boltinn sem Njarðvíkurstelpur eiga. Þá kemur Vilborg upp. Krista bíður eftir einhverju opnun. Chelsea, Vilborg, Krista og það er af. Þá gerir Jónína en Krista náði ekki að grípa hann og pirra út í sjálfa sig, hafa ekki náð því. Og innkast í stelpuna. Jónína, hvað gerir hún? Þá koma hann inn, tekur snúninginn og það er af. Vilborg keyrir hann upp og Kamilla skilar þessu niður. Þetta er mesti munur sem hafa verið á liðunum. Og hann kemur skotið og Helena bíður og keyrir hana upp og missir boltan. Hvernig? Og þá koma þær aftur. Þá koma ármenningar aftur. Og hann er ekki
náði ekki alveg boltanum en hann bara missti boltanum ekki hann aftur og hann út af. Kamara tekur innkastið fyrir Vilborgu. Það kemur Kamila, Chelsea, Helena fyrir þrist en það ofstuttur og Helena grípur bara boltan og ég get alveg sagt það, þetta hefur aldrei verið nein villa. Hún eiginlega bara nær boltanum. Þá kemur Jónína reyna að snúa og nær ekki ef hún nær frákastinu. Helena fær boltan hérna. Chelsea. Krista kemur í skrín og Chelsea með skot og fær 2 vítaskot. Það er bara Vilborg og Júlía sem eru með fleiri en eina villu í liðinu. Og Chelsea skila niður 2 stigum. Og Helena slær boltan út af. Og Jónína með skot en fellst inn á frákastinu. Helena kemur nær að koma sér upp og skilar þessu. Nei, næstu því. Mjög góð hreyfing á Helenu. Það kemur að reyna og skotið það af. Þá kemur að Chelsea stelur þessu til að minnka það niður í 11 stig. Chelsea býður bara. Hún hefur alveg og fyrir skot og það niðri. Þannig að munum aftur komum upp í 13 stig og Helena aftur að stoppa boltanum. Helena reynir að setja press á dómarann að reyna að vinna boltan. Þetta nú mikið vel leikmaður og
Ekki heldur. Þá koma aftur og þá koma klukkan rennur út og Njarðvíkur á hennar bolta. Þá kemur Krista í þrist, en það er af. Jónína með sendingu ætlaði að senda á Victory en það virkaði ekki og það er náttúrulega. Það kemur Eva Chelsea í skot og það er í fangi á Júlíu. Vilborg skrifar. Það er ekki alveg sammála því. Jónína. Og fara í skotu og það gengur 11 stiga munur. Og Eva í þristinn og Krista með frákast. En boltinn er stolinn af Kristu. Komar hann inn og hún fyrir skotið aftur en Eva með frákast. Vilborg, Eva og Júlía og Chelsea með boltann núna. Krista fyrir þrist og það er af. Skot frá Jónínu og það er af. Á 4 sekúndur en það ná boltanum. En það er ná honum aftur. Nei, Vilborg er með hann. Þá er Kamila kölluð til Bjargar. Eva finnur Chelsea. Chelsea kemur og nei, þetta gengur ekki. Og bæði Ás og Kamila kom inn á. Það ætla að bíða þá það kemur okkur til, já. Góð leikur í stelpuna, búin að koma með 11 stig. Spurning hvað gerist núna. Nei, ég er bara búin að vera að hafa þetta svona þannig að það sé ekki að fæla samt við mig. Men bara lína þá veginn fyrir næsta leik. Það er ekki fyrir.
En þá byrja Njarðvíkurstelpur hennan fjórðu og síðasta leikluta. Kamela. Hún finnir Júlíu. Chelsea, Kamela. Og skotið af. Og það af. Vala. Þá kemur, hvað kom fyrir Þuru? Þá koma Njarðvíkurstelpur. Þá kemur Ása, Eva og Chelsea, en boltinn skrúfast upp úr. Aftur nær Chelsea boltanum, en það 2 skot. En eins og þið sjáið þá Þura ekki lengur á bekknum, en hún kemur væntanlega ekki til sögu aftur í þessum leik. En þá kemur fær Chelsea 2 vítaskot til að koma ofan í. Og fyrra ratar beint ofan í. Þá kemur Jónína og Eva átti nú að fá ruðning, en ok. Þá kemur Jónína og Jónína fær boltann aftur. Og hún kemur vel varið sem Njarðvíkurstelpum. Og hún snær boltann út af og þar þurfum við bara að senda og skjóta. Harmunga fá að leita að gera skiptingu. Hún fær villu á Ásu, þannig að þá það 14, en það skiptir ekki máli. Kamila fær högg. Þá kemur Helena út af fyrir Ásu. Þá kemur Kamila með innkastið. Kemur Helena, Kamila í þrist og beint ofan í.
Kamela setur sín 16. stig. Og þetta er bolti sem Njarðvík á. Þetta er bolti sem Ármann á. Klukkan rennur út og Ármenningar missa boltan. Hörku vörn Njarðvíkur, 16 stiga munur og þá kemur Eva. Fengir Helena. Hún bíður og keyrir síðan Eva nær boltanum. Júlía í þrist. Júlía setur hann. 19 stiga munur. Og stelpurnar hafa gersamlega verið frábærar í seinni hálfleik. Barist eins og ljón. Og Helena vinnur boltan af henni. Kamila fær boltan frá henni og skilar þessu heim. 21 stigs forska. Og þar færði þrist. Chelsea með frákastið. Nei, nærði ekki. En þá situr Rúnar, Önnu Lilju, Vilborgu og Kristvin. Chelsea og Júlía og Eva kom út af. En það er líklegt að hún Lára verður klár í næsta leik. Þá kemur Krista, Anna, Vilborg, Helena í þrist og Helena, það skoppaði að hringnum. Skilur svo út til hliðar og boltinn af. Krista grípur þetta og kemur svo Vilborgu. Vilborg róar þetta. Helena. Vilborg, Helena. Anna Lilja. Kamila. Krista með boltan. Og hvað gerir Vilborg og það er þristur. Og það er af og þetta er bolti sem Njarðvík á. Hún missir boltan aftur fyrir og þetta er Njarðvíkur bolti og Kamala komin, Ása komin inn. Helena, Ása, Vilborg, Anna Lilja þrist og það er of stutt og Krista með frákast. Vilborg, Ása með þrist, það er bolti sem Njarðvík á. Ármenningar blakonum út af og leiklið sem Ármenningar taka.
að 5 mínútur eftir að þessu og Njarðvík leiðir með 21. En staðan var 35-30 í hálfleik og hafa Ármenningar aðeins skorað 10 stig í seinni hálfleik. Til merkis að það hvað Njarðvíkurstelpur hafa verið harðar í vörninni. En það skoruðu fyrstu 4 stigin í fyrri hálfleiknum, eða seinni hálfleiknum til að hafa í raun ekki verið neitt merkilega síðan. Þá kemur Helena Anna Lilja í þrist, en þetta er airball hjá henni. Já, Grindavík er að vinna með 5 í Breiðholtinu. Og þá kemur þristur og það er ofan í 24. munur. Kamel er með 18, Chelsea 15, Helena með 10, Vilborg, Anna og Ása með 6, Júlia með 3 og Júlia með 3 líka. Já, hún er með 3. Las vitlaust en það er 7 leikmenn í sikkur liðunum búin að skora, en í Ármanni er Kristín með 11, Jónína með 9, Thelma með 8, 5 frá Ísabellu, 3 frá Hildi og Auður og Elisabeth. Auður og Elisabeth eru báðar með 2 stig. Þá kemur Jónína. Hérna, hún ógnar og svo er að fara í skot og í sömu frákastið, en þá kemur Vilborg. Og Vilborg. Helena í þrist, hún er opin en boltinn skrúfast upp úr. Helena háspil fyrir að stela þessu. Og Helena verð þetta. Nýjningar ná boltanum, nei, Ármenningar menn ég. Kemur Helena, Anna fær boltan og hún fer í skot og það er af.
koma Ármenningar. Jónína ein en þá Helena boltan út af. Jónína í skot og það of langt en þetta bolti Ármanns. Sýnir þess að bara fara af Ármenningu og út af en og Ármenningar eiga ennþá boltan. Jónína og hún skila niður skotinu. Þá koma Anna Helena með flugbreytt fyrir fram að sig og fær 2 vítaskot. Júlía og Guðbjörg kom inn á. Þá Krista að fá koma hvíld og Krista búin að vera mjög góð. Og fyrra vítaskot Helenu, hún að fara að fyrra vítaskot hennar af. Og annað vítaskot Helenu af líka. En Helena hefur verið mögnuð og það ekki alltaf hægt að fara fram á stjörnuleiki. En nú tekur hún skotið yfir Helenu, eða sendingu yfir Helenu en Vilborg grípur boltan og þá kemur Ása, Vilborg, Júlía í skot og það ofan í. Það kemur Jónína, snýr sig fram hjá liðinu en hittir ekki. Vilborg, Helena og það skot sem Ása með en næsti leikur þessar seríu í Kennaraháskólanum klukkan 6 á laugardaginn. Og þá fá Ármannsstelpur tækifæri að jafna. Og næsti leikur í Njarðvíkunum verður á það leikur á þriðjudaginn. Þá verðum við aftur á leik en Vilborg komið skot en það brot á henni og hún fær vítaskot. En næsti leikurinn í Njarðvíkunum á þriðjudaginn eftir rúma viku, korter yfir 7. En það leikur 2 á laugardaginn klukkan 6. Þið Njarðvíkingar sem sjá ykkur fært að mæta myndi ég bara tvímælalaust láta sjá mig. En þá fær Vilborg sín. Hún setur fyrra vítaskotið sér niður. Og annað fyrir ekki niður en Júlía með frákast. Ása í þrist. Það á stutt. Þá koma Jónína. Kristín með boltan en það rifnaði henni boltinn. Vilborg og það ekki niður. Sjá þetta fín boltarinn hjá Ármenningum. Og Guðbjörg í þrist, stutt. Júlía, Guðbjörg, hún fyrir aftur í þrist og þetta ögskar á skot en það fór ekki niður. En þetta 23 stiga sigurinn, nei 25 stiga. Og þetta ekki niður og þá bara síðasta sóknin.
Júlía, þetta er ekki. Ármenningar fara í skot og það er af. Vilborg með skot og Eva. En það er af. En Serbinar reyna að vinna 25. sigur. Ekkert eitthvað áfara fallega sem ég séð en stelpurinn taka þarna fórskot og næst er það bara Kennaraháskólinn í Reykjavík á laugardaginn kl. 6 og svo aftur í Njarðvíkunum á þriðjudaginn í næstu viku. Þangað til þá bara bless.